Jafnréttismálin skipta Landsvirkjun mjög miklu máli, bara einfaldlega til þess að ná árangri í rekstri fyrirtækisins. Þá þurfum við fyrsta lagi þar starfsfólki okkar að líða vel og einnig þurfum við að hafa aðgang að bara mjög góðu starfsfólki af öllum kynjum. Við finnum það hjá okkar starfsfólki að það vill að jafnréttismálin sé í lagi til þess bara að fyrirtækið bara virki rétt. Við hjá Landsvirkjun hefum verið í þessari jafnréttisvegferð núna í nokkuð langa tíma. Við má segja Landsvirkjun hefur alltaf lagt áherslu á jafnréttismál en fyrir svona 5-6 árum síðan sögðum við að við þyrftum að gera betur. Okkur var ekki að miða nægilega vel að okkar mati. Við vorum og erum með karllæga menningu sem við þyrftum að breyta. Við erum öll með svona kynbundna fordóma, oft ómeðvitaða sem við þurfum að vinna á. En við náðum að breyta menningunni með því markvissri vinnu en við erum ekki komin að endastöð. En það skiptir miklu máli fyrir okkur að fá alla starfsmenn með og einnig að fá ráðgjafa sem þekktu vel til þess að hjálpa okkur að horfa í eigin barm og horfast í augu við okkar eigin fordóma. Þá held ég að sé líka mjög mikilvægt að við karlmenn tökum svona ábyrgð á ferlinu. Við þurfum virkilega að sýna fordæmi, við þurfum að horfa í eigin barm og sjá hverju við þurfum að breyta. Það er afar mikilvægt líka fyrir fyrirtækin að við fáum síðan góðar fyrirmyndir, bæði hjá karlmönnum en ekki síður að fá góðar kvenfyrirmyndir inn í fyrirtækin og við þurfum að fá fleiri en eina til þess að þetta verði svona hreyfing sem að stila að breyta. En hvatning mín til karlmanna er raunverulega að gefa sig að þessu. Við berum ábyrgð á því að breytingarnar verði og ég held að bara ef fyrirtæki ætla að ná árangri í framtíðinni þá þurfa þessi jafnréttismálin að vera í lagi. Það er alls ekki bara gagnvart konum. Ungir karlmenn finnum við líka að gera miklar kröfur til þess að þessi jafnréttismálin sé í lagi. Við erum líka að horfa á jafnrétti milli yngri og eldri, milli fólks á öðru þjóðerni, þannig að þetta er ekki bara jafnrétti kynjanna, heldur er þetta fjölþætt jafnrétti sem við fyrirtækin þurfa að horfast í augu við að þarf að vera í lagi. Ég held að það sé mikilvægt í öllum breytingaferlum að það er samstarf. Það er að læra hvort öðrum, heyra sögur frá öðrum, miðla því sem við erum að gera til annarra. Við sjáum það með UN Women að þar eru áherslurnar mjög í takt við okkar áherslur á jafnrétti. Þannig að við fögnum mjög samstarfinu og teljum að þetta geti hjálpað okkur að gera enn betur og vonandi getum við líka stutt UN Women í þeirra vinnu með að segja okkur sögur. En við verðum bara að muna að þetta er eilífðarverkefni, við erum aldrei komin í mark og þurfum að stöðugt að vera á tánum.